Seli Nikolásson er forystusauður. Við erum hérna á beit, segir hann. Gott fyrir okkur og fyrir grasið. Af hverju? Sko, beit er beggja hagur. Hagur hvers? Beit er beggja hagur, grasbíta og graslendis. Þetta samspil þróaðist í margar milljónir ára og niðurstaðan, þegar gras er bitið, vex og dafnar það. En ef það er ekki bitið, hverfur það að lokum. Þú trúir þessu ekki eða hvað? Af hverju slá þá allir garðinn sinn og bera ábyrgð á hann? Beit hefur marga kosti, meðal annars, það örvar grasvöxt, dýrin bera ábyrgð í graslendið, dýrin þétta lausan jarðveg, þannig að hann fýkur ekki, beit dregur úr sinu og minnkar þannig brunahættu. Bitið graslendi er með fjölbreyttara plöntulíf. Skoðum þetta betur. Hvað er beit? Hér eru til dæmis nautgripir á beit og nautgripir nota tunguna til þess að slíta grasið frá jörðinni og háma það í sig. Hestar bíta gras með framtönnunum af því þeir eru með tennur í báðum gómum, bæði uppi og niðri. Þeir bíta grasið með tönnunum. Geitur bíta grasið ekki eins og sláttuvél, sem sagt mjög skipulega, heldur þær bíta hér og svo labba þær og fara eitthvað annað og bíta eitthvað annað þar. Kindur velja sér líka gómsætasta grasið eða gómsætustu plöntur sem þær finna ef þær eru til á þeirra beitasvæði. Og þær bíta grasið þó þær séu ekki með tennur í efri góm. Það eru fjölbreyttar plöntur úti í haganum. Það er ekki bara gras, það er alls konar blóm og lyng. Það er líka hægt að bíta gras á veturna og svona hefur það verið á Íslandi í 1000 ár. Kindur sem fara út á beit á veturna velja sér oft aðrar plöntur í vetrarbeit heldur en þær gera á sumrin. Þá bíta þær lyngplöntur eins og til dæmis fjalldrapa og fleira. Þetta eru líka grasbítar á beit. Sem sagt gæsir af ýmsum tegundum. Eins og fram kom áður, samspilið á milli grass og grasbíta hefur þróast í margar milljónir ára. Bæði plönturnar og dýrin, sérstaklega jórturdýr eins og sauðfé, hafa aðlagast þannig að beit er beggja hagur. Og gott að vita að grasplöntur og trjáplöntur eru gjörólíkar. Að bíta gras er ekki eins og að höggva tré, heldur það er frekar eins og að tína ber. En beit er í rauninni enn betri en að tína ber. Beit er hringrásarkerfi og oft meira en það. Kindin tekur eitthvað út úr kerfinu. Hún bítur gras og fleiri plöntur. En hún gefur líka eitthvað tilbaka. Nefnilega áburð eða skít.
Áburður er næring fyrir plöntur. Næring lætur plöntur vaxa. Þá kemur meiri gróður og meira fóður og hringrásin byrjar upp á nýtt. Það sést mjög oft í haganum, þarna til dæmis hrossaskítur, og sést hvað grasið er miklu grænna í kringum skítarhúðurnar. Og svo koma sveppir og þeir brjóta niður efnin í skítnum, þannig að það verður miklu auðleistara og betri næring fyrir grasið. Þetta gras sem er að segja komið upp úr skítarhúðunni. Hér verður jafnvel til gras úr engu, á nærri berum mel. Þetta er mjög ber melur, þarna eru bara örfáar tætingslegar plöntur. Þetta er hestaskjól, hestarnir eru mikið þarna, skíta mikið og bíta reyndar mikið líka, en þá grær melurinn upp. Þetta var líka nærri ber melur. En eins og sést þá er hann gjörbreyting, þarna er gras allt. Hér var gefið hey á veturna og kindurnar eru þar vetur og vor og það dugar. Það er áhugavert að bera saman nokkur dæmi. Hér er girðing, hægra megin var mikil beit og mikill skítur, allt grænt og fínt. Hinum megin lítil beit og lítill skítur, mjög lítill gróður. Þarna er annað dæmi, þar sem er mikil beit og mikill skítur vinstra megin en minni beit og minni skítur hægra megin. Beit gerir plöntulífið yfirleitt fjölbreyttara. Þessar plöntur vaxa á 1 fermetra á vinsælu beitarsvæði á fjallinu og reyndar eru enn fleiri tegundir. Skoðið þessar myndir vel og sjáið hvað fjölbreytnin er mikil. Það er alls konar plöntur þarna. Lyng, gras og blómplöntur af ýmsum tegundum. Íslendingar hafa í 1100 ár tekið eitt skref í viðbót. Kindur og geitur fara á sumrin á fjall. Þær éta þar plöntur sem eru óætar fyrir mannfólk, en féð býr úr þeim til ýmislegt sem nýtist mannfólki. Til dæmis kjöt, mjólk, ull, gærur, bein og horn, auk þess að gera gagn með því að bíta landið. Og það er mikið pláss á fjallinu. Ærnar ganga einar með lömbunum sínum, kannski ásamt eldri dætrum eða vinkonu, en þær eru bara fáar saman í hóp. Beitarálæðið dreifist þess vegna mjög vel. Þarna er tvílemba, það ær með 2 lömbin sín og það er mikið pláss. Beit er líka frelsi. Svona hefur það verið í meira en 1000 ár. Þess vegna kann íslenskt sauðfé yfirleitt að bjarga sér og að njóta frelsisins. Til að lifa af þarf nefnilega fjölbreytta hæfileika sem þarfnast mikillar æfingar. Hér fara hagsmunir bænda og húsdýra saman. Hamingjusamt fé nýtir annars vannýtta auðlind. Lykilatriði er passlegt beitarálag. Plöntur eru viðkvæmari ef árið sem heild er kalt, þannig að hitinn fer sjaldan yfir 5 gráður. Það er þurrt í langan tíma. Sömu plöntur eru bitnar mjög lengi í einu eða jarðvegurinn er mjög grunnur eða fokgjarn. Þá er sérstaklega mikilvægt að landið sé nógu stórt fyrir skepnurnar sem bíta það. Lengi var haldið að vetrarbeit hafi verið ein helsta ástæða uppblásturs á landinu. En nýjar rannsóknir sýna að það var öfugt. Á
Á veturna étur sauðfé í miklum mæli kjarr og fjalldrapa. Án vetrarbeitar geta þessar plöntur orðið ágengar og jafnvel eyðilagt graslendi. Hér eru kindur á beit að vetri til og þarna er mikill fjalldrapi og svona lágt, jafnvel lágar víðiplöntur. Nógu stórt land og hér er dæmi, norðlensk afrétt. Hér sést mikið grænt gras út allt. Það er mjög stórt svæði fyrir kindurnar, fáar kindur, þær dreifa sér vel er ekki saman í stórum hópum. Þarna er verið að smala kindum heim að hausti til eftir sumarlanga dvöl þeirra á fjallinu. Vissir þú að í mörgum löndum borgar ríkið bændum fyrir þá þjónustu að skepnurnar þeirra bíta landið? Því þetta gerist ef það er of lítil beit. Þegar land er ekki beitt, þannig að gamla grasið sem vex á sumrinu er ekki bitið, þá myndast það sem er kallað sina og sina er í rauninni bara dautt gras sem að deyr að haustinu þegar það er ekki bitið. Og ef að sinan er mjög þétt og mikil eins og er á þessari mynd, þá á nýtt gras mjög erfitt með að komast upp úr sinunni af því það vantar sólarljós. Og grasið kafnar og það myndast bara mosi í staðinn. Og í versta falli verður sinubruni sem erfitt getur verið að ráða við. En þótt það sé bara mosi, en verði ekki sinubruni, er núna stutt í uppblástur. Mosi hefur engar rætur, heldur liggur laus á yfirborðinu. Mjög auðvelt að fjarlægja mosa. Og þarna eru engar rætur, það er bara möl eða mold undir. Vindur, hvað þá rok, á því auðvelt með að lyfta mosanum upp og láta hann fjúka í burtu, til dæmis ofan á melum sem verða þá uppblásnir og berir. Eins er með yfirborðsvatn, ef mosinn vex í brekku, vatnið skolar honum niður og þá líka jarðveginum undir honum. Ekki síst, opið landslag með lágan gróður, en engan skóg, er sjaldgæft á heimsvísu. En margir fuglar eru háðir opnu landslagi. Þess vegna er það mjög dýrmætt. Lóan og spóinn til dæmis eru afar sjaldgæfar tegundir í Mið-Evrópu í dag. Meirihluti allra lóa og spóa heimsins verpa á Íslandi. Hér er spói. Og það er býsna tákgrænt að hann sest á girðingastaur sem að bóndinn á. Og þarna er lóan. Bóndinn heldur landinu opnu með hóflegri beit, þannig að lóan og spóinn geti áfram orpið hér á landi og dafnað. Tákgrænt, dráttarvél sem bóndinn á og lóan. Þetta fer vel saman. En hvað með loftslagið og kolefnisbindingu? Er skógur ekki miklu betri en graslendi til að binda kolefni? Nei, þvert á móti.
Grasplöntur hafa 50–80% af sínum lífmassa og kolefni neðanjarðar. Það er örfínt rótarkerfi sem er oft mjög djúpt, en trjáplöntur eru einungis með 5–10% af sínum lífmassa neðanjarðar, en langmest er í timbri ofanjarðar. En beit, hvernig virkar hún þar? Hún eykur meira að segja rótarvöxt talsvert og þar með kolefnisbindingu. Túnsláttur til að búa til hey virkar svipað og beit. Að lokum ein táknræn mynd enn. Kindin, hundurinn, sandlóan og opið land.